Tryggvi Þegir heiti ég og kennsluþróunarstjóri á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég með doktorsgráðu í menntunarfræðum, þar sem ég sérhæfði mig í nýsköpun í kennslu og skólastarfi og sérstaklega í notkun framtíðar aðferða til að greina áskoranir og tækifæri í menntun og þess háttar. Og ég ætla að spjalla við ykkur í dag hvað nýsköpun og hvað það sem við meinum þegar við tölum nýsköpun. Og þetta er ekki einfalt hugtak og þetta eins og gjarnan oft með ákveðin hugtök, þau koma svolítið í tísku, margir vilja eigna sér það og fara þá í það svolítið að skilgreina eftir sínu höfði til þess að tryggja það að það sem að þeir gera falli undir þetta hugtak. Og þetta hefur svolítið verið tilfelli með hugtakið nýsköpun. Þannig að við summerum bara mjög fljótt almennt hvað það allavega sem fræðimenn og sérfræðingar benda á í tengslum við nýsköpun til þess að skilgreina það, að þá nokkur atriði. Það fyrst og fremst að nýsköpun ekki afurð, nýsköpun ferli. Og þetta eiginlega svolítið erfitt fyrir okkur Íslendinga erfiðara heldur en til dæmis enskumælandi út af því að við höfum ekki þessa sögn sem að nýskapa, eins og á ensku að þá talað to innovate. En hjá okkur þetta hljómar alltaf eins og afurð, þannig að við þurfum svolítið að vera skýr á þessu að þegar við erum að tala nýsköpun þá erum við að tala sköpunarferlið sem að leiðir eitthvað af sér sem að gagnast öðrum á einhvern nýjan hátt. Okay. Þetta eiginlega eina sem að ég get summerað sem að kannski sameiginlegt með flestum sem að reyna að skilgreina nýsköpun. Síðan alls konar aukaatriði sem að koma inn í þetta útbreiðslu, gildi í fjármagni og ýmislegt annað, en almennt að þá þetta ferli þar sem við sköpum eitthvað nýtt sem að gagnast öðrum en okkur sjálfum. Og til að kafa aðeins dýpra í þetta, þá ætla ég aðeins að fara yfir nokkur dæmi af tegundum af nýsköpun og mismundi leiðir til þess að stunda nýsköpun. En ég ætla að byrja á því að reyna að skilgreina hvað ekki nýsköpun. Nota ákveðna útilokunaraðferð í byrjun, svo horfum við svolítið á heildina og svo ætla ég að taka saman í lokin hvað það sem að gerist hjá okkur og þarf eiginlega að gerast til þess að það sem við erum að fást við teljist vera nýsköpun. Og ef við byrjum á þessu hvað ekki nýsköpun, að maðurinn, mannkynið skapandi vera í eðli sínu. Við erum alltaf að búa til eitthvað nýtt og það getur verið eitthvað sem að bara felst í einhver merkingu, við búum til einhver ný orð til að lýsa einhverju á nýjan hátt, við notum einhver tól á nýjan hátt og þess háttar, þannig að við erum alltaf að skapa. En það ekki þar með sagt að við séum allan þann tíma að stunda nýsköpun. Að það að fá einhverju hugmynd og jafnvel að nýta þessa hugmynd fyrir sjálfan sig ekki endilega nýsköpun, vegna þess að það þetta atriði sem að eins og ég sagði í öllum skilgreiningum nýsköpun, að nýsköpun gagnast einhverjum öðrum. Þannig að við þurfum að taka þessa frábæru hugmynd okkar sem hefur kannski gagnast okkur sjálfum og einhvern veginn að útfæra hana þannig að aðrir sjáu einhverja merkingu og eitthvað gildi og eitthvað gagnsemi í þessari aðferð. Og sem dæmi, að þá ætla ég að taka, ég þóttist vera svo ægilega sniðugur einhvern tíma þegar ég var í vinnu þar sem að ég þurfti að stimpla mig inn og út úr vinnu. Og til þess að gera þetta, að þá þurfti ég að fara inn í einhverju tölvu, skrá mig inn,
fara á einhvern vef, klikka á nokkra tengla og svo loksins var ég komin í eitthvað viðmót þar sem ég sagði stimpla mig inn. Og þetta þótti mér frekar leiðinleg iðja að þurfa að gera þetta á hverjum degi, 2 á hverjum degi. Þannig að ég endaði á því að útbúa handa mér QR-kóða sem er svona ákveðin kóði sem ég get skannað með símanum og sett einhvers konar ferli í gangi í símanum. Þannig ég bjó til QR-kóða sem ég gat skannað og þá eiginlega bara sá síminn minn það að skrá mig inn á þennan vef, stimpla mig inn eða stimpla mig út ef ég var að klára að vinna. Og brilljant hugmynd, gagnaðist mér frábærlega og það mætti hugsa sér að þarna væri ég komið með einhverja nýsköpun. En gallinn var sá að hvernig ég útfærði þetta, að þá gat ég einn notað þetta. Það gat engin annar notað þetta. Og ég hefði þurft að gera þetta allt á annan hátt til þess að einhver annar gæti nota þetta til að skrá sig inn og þess að. Þannig að þarna var ég komið með brilljant hugmynd en það þurfti töluverða vinnu ef að þessi hugmynd mín átti að verða að einhverju nýsköpun. Vegna þess að þá þurfti ég að sýna það öðrum að þeir gætu nýtt þetta, hvernig þeir gætu nýtt þetta og hvernig þetta spara þeim tíma eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta svona lykilatriði í sambandi við hvað ekki nýsköpun. Og ef við förum svo og horfum til nýsköpunar, að þá hafa sérfræðingur og fræðimenn búið til alls konar flokka yfir tegundir af nýsköpun. Og ég ætla ekki að fara að telja það allt upp. En það sem ég ætlaði kannski að gera var að taka örfá dæmi svona tegundir af nýsköpun og nálgun í nýsköpun. Og eitt af fyrsta sem ég ætlaði að taka, sem að ég held að sé allt of oft hvernig við hugsum nýsköpun, að það er það sem er gjarnan kallað róttæk nýsköpun, eða á ensku radical innovation. Og það eru þessar stóru, brilljant hugmyndir sem gjörbreyta öllu í kringum okkur og jafnvel bara heiminu í eðli sínu. Dæmi eru internetið. Internetið var svona nýsköpun sem að leiddi svo margt af sér og er ennþá að leiða af sér vegna þess að internetið varð eiginlega bara þessi völlur, leikvöllur þar sem að allir gætu farið með sínar hugmyndir og verið að stunda sína nýsköpun á nýjan hátt og miðla til nýrra markaða. Þetta er róttæk nýsköpun. Hún er mjög sjaldgæf, en ég held að hún sé samt allt of oft sú hugmynd sem að við erum með í kollinum hvað nýsköpun sé. Miklu algengara held ég að sé það sem að er gjarnan kallað tilfærslu nýsköpun. Það er þegar við tökum einhverja hugmynd úr einu samhengi, flytjum í annað samhengi til þess að gera eitthvað sem er nýtt fyrir þetta samhengi sem við erum að flytja í. Og eitt gott dæmi þetta sem er svona inn á mínu fræðasviði, það er bara í tengslum við menntastefnu. Við á Íslandi erum ekkert sérlega frumleg í tengslum við menntastefnu. Við gjarnan horfum til sérstaklega Norðurlanda, hvað eru þeir að gera, flytjum það síðan hingað til Íslands, aðlögum og setjum í gangi okkar skólakerfi. Þetta er dæmi tilfærslu nýsköpun í stefnumótun. En við sjáum þetta líka oft til dæmis í aðferðum milli starfsgreina. Að kannski smiður horfir til pípara og sér að píparar eru með eitthvað ákveðið verkfæri sem þeir nota í einhverju tilgangi og þeir segja, þetta geti virkað fyrir mig. Taka þetta síðan inn í sinn starfsvettvang, aðlaga og gera nýju verkfæri sem að nýtist á öllum í þessu starfsumhverfi. Og þetta held ég að sé kannski svona algengasta tegund af nýsköpun. Og að þar er sem sagt, og oft í sambandi við tilfærslu nýsköpun, að við vitum í rauninni ekki hvaðan upphaflega hugmyndin kemur.
og það kannski skiptir ekki allir máli að en það bara sem sagt, við þurfum bara að finna þetta í okkar umhverfi og geta flutta til okkar. Þriðja tegundin af nýsköpun sem ég ætlaði að tala ein sem mjög algeng en svona ein af þessum sem við oft tökum ekki sérstaklega vel eftir en mjög öflug leið til þess að skapa eitthvað nýtt og það í notkun líkinga og tungumáls til að skapa nýja merkingu og þannig í rauninni og þegar við sköpum nýja merkingu þá gefum við fólki nýja leið og ný verkfæri til þess að tengja sig við sitt umhverfi og þetta mjög öflugt tæki og ég held að eitt besta dæmið og sennilega þekktasta dæmi nýsköpun af þessu tagi að það kemur úr smiðju Steve Jobs og hann var svolítið snillingur í þessu að nota nýja merkingu og líkingar í tengslum við nýsköpun. Og ef við horfum á til dæmis bara þetta myndræna viðmót sem við þekkjum í tölvum í dag, að þetta var svolítið Steve Jobs að þakka að við fengum það viðmót sem við þekkjum í dag, en það kom úr ýmsum áttum að það vel þekkt að Steve Jobs fór í heimsókn til fyrirtækis eða til rannsóknarstofu á vegum Xerox og sá þar tölvu með myndrænu viðmóti og hann hugsaði með sér þetta brilljant hugmynd. Þá þarf fólk ekki að vera að slá inn einhverja skipanir og svoleiðis, getur nota tölvuna í gegnum svona ákveðna táknmyndir og þess háttar. Og þannig að Steve Jobs fór að þróa stýrikerfi sem hann notaði svona myndrænt vefviðmót og það oft talað það að Steve Jobs hafi bara stolið þessu frá Xerox en hann gerði það ekki vegna þess að hann gerði mjög mikilvægar breytingar á þessari hugmynd þegar hann flutti þetta frá Xerox yfir til Apple og fyrst og fremst var það að hann breytti myndlíkingar málinu að viðmótið sem að Xerox var með byggðist á skipunum og táknin sem að birtust á tölvuskjánum sem að var smellt á að þetta voru aðgerðir. Þetta var mjög verkfræðileg hugsun og hugsun sem að tók mið af því hvernig tölvunördar unnu en það var þetta skapað af tölvunördum fyrir tölvunörda. Steve Jobs tók þessa hugmynd og hugsaði hvernig gerum við þetta aðgengilegt fyrir almenning og þá kom hann með þessa hugmynd myndlíkingu sem að byggðist á skrifborði og þetta gjörbreytti algjörlega hvernig fólk upplifði tölvur og fólk átti miklu auðveldara með að sjá einhverja notkunarmöguleika fyrir sig, tölvan var aðgengilegri, auðskiljanlegri og the rest they say is history eins og sagt Og síðan endurtók Steve Jobs þetta þegar hann kynnti fyrsta snjallsíma Apple. Og hann kemur sem sagt á sviðið og eins og hann var vanur að gera, að geymdi það besta fyrir síðast og sagði, og svo eitt í viðbót. Við sýnum ykkur iPhone. Og sýnir fólki tæki sem að í rauninni allir af minni kynslóð að þetta fyrir þeim, þetta ekki sími. Og í rauninni þetta bara rosalega flott vasatölva sem hægt að nota sem síma líka. En hann ákvað að halda í þessa líkingu að segja að þetta sé sími frekar en að þetta sé nettengd tölva með fullt af skynjurum í. Vegna þess að fólk á auðveldara með að tengja við hugmyndunum síma að þá þetta tæki, þetta ekki bylting þó að þetta sé svona ákveðin bylting, þetta ákveðið framhald af því sem að fólk þekkir. Og þannig að þetta mjög öflug leið til að koma nýsköpun á framfæri og gera hana aðgengilega fyrir fyrir markhópinn. Að það að nota myndlíkingar til þess að tengja
eitthvað nýtt inn í reynslu heim þeirra sem að eiga njóta góðs af nýsköpunni. En eins og ég segi líka að þessi vinkill á nýsköpunni, hann oft mjög vel falinn. En svona ef þetta rosalega vel gert, þá tökum við ekkert endilega eftir því. Nú svo fjórða tegundin af nýsköpun, að það þegar við tökum eitthvað þekktan hlut sem að allir vita til hvers þetta og gefum honum bara algjörlega nýtt hlutverk. Og hann jafnvel heldur gamla hlutverkinu, en við bara breytum því hvað það sem að fólk horfir til þegar að hugsa að kaupa viðkomandi vöru eða nota ákveðna þjónustu eða þess háttar. Og eitt uppáhaldsdæmi mitt þetta klósettbusti. Að klósettbusti þetta leiðinda þarfaþing sem að allir þurfa að hafa á heimilinu. Þetta ekkert voðalega svona æskilegt og finnst þetta ekkert sérlega fallegt. Við getum ekki falið þetta inn í skáp. Það geymir engin klósettbusta inn í skáp. Einhverjum datt í hug einhvern tíma fyrir svona nokkrum áratugum að ef að þessi klósettbusti þarf alltaf að vera á öllum klósettum, þarf alltaf að vera sýnilegur, af hverju að gera þetta ekki bara hönnunarvöru sem að fólk hugsa svona heildar hönnunina á baðherberginu sínu og þetta verður svona einn af þessum listmunum eða skrautmunum sem að fólk setur inn þegar það að reyna að fegra sitt umhverfi og úr varð klósettbustar sem eru eins og blóm í laginu, sem eru eins og kaktusar og margt fleira. Þetta nýsköpun vegna þess að þetta breytir svolítið hvernig almenningur tengir við eitthvað hversdagslegan hlut. Við höfum líka séð svona mikla breytingu í hugsun í sambandi við til dæmis húsgögn. Að það miklu oftar í dag að hönnuðir þurfa að taka tillit til þess að fólk hugsa það hvernig að fer að því að þrífa í kringum húsgögn. Og til dæmis að þá fólk sem að vill gjarnan hafa sófa sem mjög hár út af því að þá auðvelt að ryksuga undir. Og þetta svona ákveðnir hlutir þar sem það verið að koma með í rauninni að búa til nýja sýn á eitthvað sem að allir þekkja og þannig breyta í rauninni sambandinu milli þeirra sem að skapa vöruna eða þjónustuna eða hvað sem það og þeirra sem að njóta hana, að þeir fara að leita að einhverju öðru og þetta líka mjög algeng tegund af nýsköpun. Þannig að svona til að taka þetta saman að þá byrjaði ég á því að segja svona svona ef ég summera þetta svolítið að hugmynd sem við fáum, eitthvað sem okkur dettur í hug, ekki endilega nýsköpun. Að nýsköpunarferlið það sem að kemur, það sem að tekur svolítið við eftir að við fáum þessa hugmynd og við förum að vinna að því að gera úr þessari hugmynd eitthvað sem að gagnast öðrum. Og þannig að það svona allavega svona eins og 3 atriði sem að kannski lykilatriði í því að gera hugmynd að nýsköpun. Og það fyrst og fremst að við þurfum að taka okkar hugmynd og setja hana í samhengi við þarfir annara en okkar sjálfra. Og þetta þurfum við ekkert að gera svona í okkar daglega lífi. Að hugsa hvað hinir og þessir, hvernig þeir skynja eitthvað sem einhverja nýja hugmynd sem við erum að taka upp. En þegar við erum að stundum nýsköpun, að þá þurfum við að setja þetta í samhengi við reynsluheim annara og hugsa það hvað þeir sjá í því sem við erum að skapa. Í öðru lagi að nýsköpun, og ég sagði svona að ein tegundin af nýsköpun hún skapar nýja merkingu en satt að segja svona í víðara samhengi, öll nýsköpun skapar á einhvern hátt nýja merkingu og
þegar ég segi að eitthvað skapar nýja merkingu, þá ég að meina að þetta gefur fólki aðra leið til þess að tengja við sinn reynsluheim og sinn veruleika sem það býr í. Og það sér önnur tækifæri til að athafna sig og hvernig það gerir hluti. Og í þriðja lagi að nýsköpun, og þegar hún gerð rosalega vel, að þá skapar hún sjálf tækifæri til enn frekari nýsköpunar. Og þetta eiginlega bara svona í eðli þess að búa til einhverja hugmynd sem að við komum með inn í eitthvað samhengi, að hún aldrei líkleg til að vera neitt endapunktur, út af því að við erum að breyta því svolítið hvernig fólk upplifir sitt umhverfi, og þá sér það ný tækifæri, nýja markaði, nýja notkunarmöguleika. Og það eru eiginlega þessi 3 atriði til viðbótar við þessa grunn skilgreiningu á nýsköpun sem ég setti fram í upphafi, að það sem sagt ferlið sem við förum í gegnum með að gera hugmynd að einhverri nýrri gagnlegri leið fyrir aðra til að gera hluti. Svo þetta að hugsa sem sagt, hvernig aðrir upplifa okkar nýsköpun, hvernig skiljana, hvaða merkingu við erum að skapa fyrir aðra, og loksins hvaða tækifæri sjá aðrir í þeirri nýsköpun sem við erum að búa til. Og þegar við erum komið með allt þetta og farin að vinna út frá þessu, þá held ég að við getum sagt með bara mjög góðri vissu að við erum að stunda nýsköpun. Eða ef við ákveðum að taka upp sögnina á íslensku að við erum að nýskapa, eða hvað sem það myndi vera. Takk fyrir.